Jæja strákar, þá eru loksins komnir hérna aftur eftir leikinn og komnir í smá öl og hérna hvernig tilfinningin Stjáni að sjá soninn með fyrirliðabandið lyfta hérna bikar? Mjög stoltur sko. Stoltur á liðinu bara, liðsheildinni og það bara frábært. Kristján gerir sér mynd sérferð hérna heima á Akureyri, kom sérferð til þess að horfa á son sem spilar, ekki margir sem að gera þetta. Óli, hvernig líst þér á að eiga svona fallegan pappa? Það náttúrulega mjög jákvætt, sérstaklega sem sagt að við séum mjög líkir sko. Að þá getur þetta ekki verið neitt gott að eiga fallegan pappa. Já, nú að því, frammistaðan hérna á þessu móti, frammistaða liðsins þá aðalega, hvað fannst þér svona hvað var það sem skóp þennan sigur á þessum bikar? Varnarleikurinn, frábær varnarleikur og eigi og klárlega að finna taktinn bara aftur. Þannig að varnarleikurinn, öll varnarlínan og markmaðurinn eru klárlega þessi skópsigurinn sko. Og er það eitthvað breyttar áherslur af þjálfurum eða er það nýju leikmenn sem er að gera þennan varnarleik svona sterkan núna í ár? Bara góð blanda. Jæja. En þú kom með fyrirliðabandið, hvernig er sú tilfinning? Hvernig er þetta eitthvað sem er búið að ákveða að þú verið fyrirliði eða er þetta bara eitthvað svona að vera að prófa? Hvernig er þetta? Það er ekki búið að ákveða það sko, ég fekk fyrirliðabandið fyrir þetta mót og fekk að vera með þetta mót og það var mjög skemmtilegt, sérstaklega sem að fekk að lyfta dollu. Og svo sjáum við bara til hvað ég segja, ef þeim líst vel á þetta. Þetta sem ég er að gera með bandið þá velja ég mig væntanlega, ef ekki þá kemur sennilega bara sá tími þar sem ég fæ bandið einn daginn. Finnur þú fyrir aukinni ábyrgðin á vellinum, finnst þú þurfa að öskra meira, ertu meira að öskra heldur en þú væri annars að gera, þú þekktu fyrir þú ert voða mikið að öskra menn í ganga og svona, ertu eitthvað að gera meira því núna heldur en þú myndir annars gera? Maður finnur fyrir einhver ábyrgð og maður þarf náttúrulega, eins og ef maður kemur döðu punkti þá þarf maður að taka á skarið og reyna að rífa liðið áfram og það er bara verkefni fyrirliðans oft á tíðina sem þurfa að stíga upp og fá liðið með sér og maður þarf náttúrulega bara að standa við þeim og gera þá vinnu sem fyrirliðið þarf að gera. Segjum þetta gott, skál Óli minn, flottur sigur, komin í hús.